Þetta er verkefni 14 í Excel, 14 if á blaðsíðu F21. Byrjum hér á síðu 1, if, count og countif. Ég ætla að byrja á að setja inndrátt frá vinstri á A og C-dálk. Þá smelli ég hér í bókstafinn A, svona, og smelli hér. Síðan ætla ég að gera það sama hér og inndrátt frá hægri 1 á texta í B-dálki. Þá þarf ég að fara í alignment og velja right indent 1. Síðan ætla ég að setja formúlur í skyggð hólf. Ég fer í bendilinn C2 og fer í function-hnappinn eða FX-hnappinn hér, insert function, og ég ætla að finna if-fallið. Það er kannski ekki á sama stað hjá ykkur og mér. Það fer eftir í hvenær við notuðum fallið síðast. En við smellum hér á if og segjum OK. Og if-fallið tekur með sér 3 breytur eins og stendur í bókinni. Það er skilyrðið, sem sagt ef B2 er jafnt og 1, þetta er sem sagt skilyrðið, að þá á að standa karl í hólfinu C2, annars á að standa kona. Og þið þurfið ekki að skrifa gæsalappirnar hér sitt hvora megin við karl eða kona, það kemur sjálfkrafa. Og OK, og þið sjáu formúluna hér. Semikomman skilur það línurnar í glugganum sem komu og ég afrita niður. Þannig að við sjáum allir sem eru merktir með 1 eru karl og 2 kona. Nú ætlum við að telja hvað eru margir á svæðinu hér, þessar tölur hér. Þá smelli ég hér í AutoSum og Count Numbers og hún dregur ramma utanum B2 til B12 og hér sjáu þið formúluna. Teldu hvað eru margir á svæðinu B2 til B12 og það eru 11. Nú ætlum við að finna hvað eru margir karlar á svæðinu og það er count if fallið. Þá farið þið aftur í FX-hnappinn og ef count if er ekki í listanum þá skrifið þið það hér á línuna að leita að falli, go, þá fáið þið það hér upp og reyns er svæðið, þannig að við drögum yfir svæðið hvað eru margir á svæðinu B2 til B12 sem eru merktir með tölunni 1. Og OK. Nú ætla ég að telja hvað eru margar konur á svæðinu og núna þegar ég fer í FX eða function-hnappinn þá er count if hér efst í línunni. Þeir fer eftir í hvernig við notum föllin. Og svæðið er hér, þess að taka ekki yfir heildarfjöldan. Það eru margir á svæðinu B2 til B12 sem eru merktir með tölunni 2. Það eru 3 konur og ég ætla að vista.